Komið sæl. Í þessum fyrirlestri ætla ég að spjalla aðeins Hallgerði Langbrók og 2 fyrstu hjónabönd hennar. Við skulum rifja aðeins upp örfá atriði Hallgerði. Hún dóttir Höskuldar Dalakottssonar og Jórunnar konu hans. Bróðir Höskuldar og föðurbróðir Hallgerðar Hrútur, sá sem giftist Unni Marðardóttur, dóttur Marðar Gígju. Og Hrútur munið að hann gat ekki sofið hjá henni vegna þess að Gunnhildur drottning hafði lagt á hann álög. En Unnur og Hrútur eru skilin þegar hér komið við sögu. Munið líka að þegar Hallgerður var lítil stelpa þá sagði Hrútur hana að hún væri rosalega sæt og allt það, en það myndi margt illt hljótast af því að hún væri svona falleg og hann sagði líka að hún hefði þjófsaugu. Þetta kom semst fram í 1. kafla. Og þetta auðvitað forspá framhaldið það sem koma skal og við kynnumst hluta því núna. Núna í 9. kafla Hallgerður orðin gjafvaxta, hún sem sagt orðin nógu gömul til að giftast. Lýsingin á Hallgerði í bókinni svona. Hún var kvennafríðust sýnum og mikil vexti og því var hún Langbrók kölluð. Hún var fagur hár og svo mikið hárið að hún mátti hyljaska með. Hún var örlynd og skaphörð. Hallgerður sem sagt mjög glæsileg og skapstór. Hallgerður á fóstra sem heitir Þjóstólfur sem líka mjög skapmikill. Og hann fylgir Hallgerði og gætir hennar eins og hann sé eiginlega lífvörður hennar eða eitthvað svoleiðis. Og hér strax fær Hallgerður fyrsta bónorðið frá manni sem heitir Þorvaldur Ósvífursson og Höskuldur pabbi hennar, hann samþykkir þetta bónorð frá honum Þorvaldi án þess að spyrja Hallgerði álits fyrst. Og þið munið að það boðar ekki gott ef konan ekkert spurð álits. Það var þannig í tilviki Hrúts og Unnar, en Unnur var ekki spurð hvort hún vildi giftast honum og hún var líka mjög óhamingjusöm og þeirra hjónaband fór náttúrulega í vaskinn. Hallgerður, hún verður rosalega fúl yfir þessu þegar pabbi hennar segir henni að hún sé þarna að fara að giftast þessum Þorvaldi, en Þjóstólfur, fóstri hennar, hann huggar henni og segir: Þú munt vera gefin í annað sinn og munt þú þá eftir spurð. Sem sagt, Hallgerður mun giftast aftur og þá verður hún spurð álits. Þetta sérst forspá þar sem koma skal og segir okkur að þetta hjónaband verður nú ekki mjög langlíft. Nú Hallgerður, hún flytur auðvitað heim til Þorvalds eiginmanns sín sem býr að Staðarfelli og Þjóstólfur fóstri hennar hann fyrir með. Hallgerður, hún eyðir þarna efni fram, hafði allt í sukki, segir í sögunni, hún var sérst ekkert að reyna að vera neitt sérstaklega hagsýn húsmóðir og það veldur að lokum matarskorti á bænum. Þá segir Hallgerður við Þorvald að hann þurfi nú að afla meira til búsins, en Þorvaldur segir að hingað til hafi hann alltaf haft nóg, ekki fékk ég nú minna til bús en vant og endist þá allt á sumar fram. Og hann segir þarna sem sagt í rauninni að Hallgerður sé að eyða efni fram. Og þá sakar Hallgerður Þorvald bara nísku og segir við hann: Ekki fer ég að því þó að þú hefur svelt þig til fjár og faðir þinn. Og þegar hún segir þetta þá verður Þorvaldur auðvitað reiður og hann slær hann utanundir svo undan blæðir og þetta fyrsti kinnhesturinn af nokkrum sem að Hallgerður verður fyrir. Hallgerður verður náttúrulega mjög reið eftir þetta og hún eggjar Þjóstólf fóstra sinn til að hefna þessa og hann drepur Þorvald. Og þá Hallgerður orðin ekkja í fyrsta sinn. Hallgerður sendir Þjóstólf til móðurbróður síns, Svans á Svanshóli sem fjölkunnugur sem þýðir að hann galdrakall í rauninni. Hún sendir Þjóstólf þarna til að verja hann því að það alltaf þannig þegar einhverju drepinn í Íslendingasögunum þá þarf alltaf annaðhvort að hefna drápsins eða borga mannbætur og sættast. Og Hallgerður, hún vill ekki að Þjóstólfur verði drepinn fyrir þetta fyrir að hafa vegið Þorvald og þess vegna sendur hún hann þarna til Svans sem að getur varið hann með göldrum þegar Ósvífur sem faðir Þorvalds og fyrrum tengdafaðir Hallgerðar þegar Ósvífur kemur og ætlar að leita hefnda. Hallgerður sjálf, hún fer heim til pabba síns á Höskuldsstaði og þangað fer Ósvífur líka því hann nær ekki í Þjóstólf vegna þess að Svanur gerði einhverja galdra þarna og hann kemst því ekki til að ná í hann og Ósvífur krefst þarna sonarbóta. Höskuldur, hann vill ekkert borga þetta og segir að það sé ekki á honum að kenna að Þorvaldur hafi verið drepinn, en Hrútur, bróðir hann sem mun vitrari maður, hann hvetur Höskuld til þess að drepa niður illu orði, að drepa niður illt umtal og bæta Þorvald, borga Ósvífur eitthvað fyrir þetta dráp, af því að það muni koma Hallgerði til góða síðar meir, enda hún auðvitað ekki alls saklaus þessu vígi Þorvalds, af því að það var hún sem að eggjaði Þjóstólf til þess að hefna. Og svo fær Þjóstólfur að koma heim að Höskuldsstöðum og vera þar með Hallgerði. Svo erum við komin í 13. kafla og þá kynnumst við mann sem heitir Glúmur Ólafsson og hann hefur hug á því að biðja Hallgerðar. Hann á bróður sem heitir Þórarinn Ragabróðir og hann reynir að vara Glúmbróður sinn við þessu og segir að
Hallgerður nú þegar búin að vera gift manni sem var drepinn svona fyrir hennar sakir, en Glúmur hann ákveðinn og biður hennar nú samt fyrir gegn ráðum bróður síns. Núna er Hallgerður spurð álits og hún samþykkir að giftast Glúmi. Og Þjóstólfur, hann fær ekki að fara með Hallgerði þegar hún flytur heim til eiginmannsins í þetta sinn og það eru ráð Hrúts, bróður Höskulds föður hennar. Hann ráðleggur sem sagt að Þjóstólfur megi aldrei gista á Varmalæk, sem sagt þar sem Glúmur býr, lengur en 3 nætur. Og það er líka Hrútur sem leggur svo miklu áherslu að Hallgerður sé spurð álits brúðkaupið. Hann er að reyna að koma í veg fyrir að það gerist aftur það sem gerðist í fyrra hjónabandi hennar. Nú í 14. kafla þá giftast þau Hallgerður og Glúmur og þau eru voðalega lukkuleg og eignast svo dótturina Þorgerði Glúmsdóttur. Svo kemur nú að því að Þjóstólfur sem er voðalega skapstór maður, hann er rekinn frá Höskuldi og kemur því til Hallgerðar, leitar auðvitað til hennar. Og Glúmur hann leyfir honum að vera hjá þeim og hann er þá hjá þeim lengur en 3 nætur sem eru auðvitað gegn ráðum Hrúts af því að Hallgerður hún biður hann voðalega fallega það að leyfa Þjóstólfi að vera. Nú Þjóstólfur hann kemur sér illa við flesta, hann á ekki skap saman við neinn, en Hallgerður hún tekur aldrei málstað hans gegn öðrum fyrr en hérna í 16. kafla þá lenda þeir Glúmur upp á kant af því að Þjóstólfur hann neitar að fara með húsköllunum að smala fé, þykist þeir eitthvað góður fyrir það. Og Glúmur hann fer til Hallgerður og segir henni frá þessu, eru þetta óánægðir með þessa frekju í Þjóstólfi, en þá reynir Hallgerður að verja Þjóstólf og þau fara að rífast sem endar þannig að Glúmur drap til hennar hendi sinni sem sagt hann sló hana utanundir. Það er ekki satt að hér blæði undan, þetta er líklega léttari kinnhestur heldur en áður en þetta er annar kinnhesturinn sem að Hallgerður verður fyrir af hendi eiginmanns síns. Hallgerður unni honum mikið, hún elskaði Glúmu mikið og hún grætur eftir þetta rifrildi og þennan kinnhest og Þjóstólfur sér hann að gráta en hún bannar honum að skipta sér að og hefna. Og það er ólíkt því þegar að Þorvaldur hafði slegið hann utanundir, þá eggjaði hún eiginlega Þjóstólf til þess að hefna. En Þjóstólfur hann tekur nú lítið mark á þessu og hann endar á því í 17. kafla að drepa Glúm. Þeir lenda aftur upp á kant og fara þarna að berjast og Glúmur fellur. Síðast þegar að Þjóstólfur drap eiginmann Hallgerðar, þetta er ekki setning sem hann segir oft, en síðast þegar það gerðist, þá sendi hún hann beint í örugt skjól til frænda síns, hans Svans á Svanshóli Galdrakallsins, til þess hann verði örugur, en núna, Svanur reynda dáinn, núna sendir Hallgerður Þjóstólf til Hrúts, föðurbróður síns, og hún veit vel að Hrútur mun ekki verja Þjóstólf heldur muni Hrútur drepa hann. Og Hrútur getur líka vitað fyrst að Hallgerður sendir Þjóstólf þarna út í opinn dauðan að hún sé saklaus að þessu vígi. Hún hefði ekkert með það að gera að Glúmur var drepinn. Nú hér er annar maður drepinn og auðvitað kemur bróðir hans Þórarinn Rabróðir og biður Höskuld bætur eftir bróður sín, en ólíkt því þegar Þorvaldur fyrsti eiginmaður Hallgerðar var drepinn, þá vita Hrútur og Höskuldur vel að Hallgerður hún er alveg saklaus að þessu vígi, þannig að þeir bæta ekki fyrir vígið, en þeir gefa samt Þórarni gjafir til að halda honum góðum og halda vináttu við hann. Alltaf mikilvægt að halda vináttunni gangandi, annars geti það leitt til ýmissa vandræða. En ég læt staðurnum í hér í bili, við munum halda áfram frá kafla 18 þar sem við varum mjög fljótlega að kynnast honum Gunnari á Hlíðarenda sem að verður einmitt 3. eiginmaður Hallgerðar. Takk fyrir að hlusta!